Rosalega gott að slappa svona af í heita pottunum maður eftir vinnuna. Já, það er frábært. Já. Heyrðu, maður kemst ekki hjá því að taka eftir þessu vandamáli hjá þér. Hvaða vandamáli það er minn? Nei, þér finnst þetta kannski ekki vera neitt vandamál, eða? Finnst þér ég vera með eitthvað vandamál? Ég er nú sérlega ekki einn það. Ég lítur að vita hvað ég er að tala Þetta beinlínis hrópar á mann hérna í Sundu. Nei, hvað ertu að tala Ég er að tala tippið á þér. Tippið á mér? Já. Hvað með tippið á mér? Já, það er kannski aðeins of stórt. Svona nokkrum númerum. Já. Ekki ef ég tekið eftir því. En er ég kannski ekki glápandi á tippinn á öðrum kallmönnum, eins og sumir? Sko, það er engin ástæða til að fara í vörn. Ég er ekkert að fara inn eina vörn. Mér finnst þessu umræða bara á mjög lágu plani og ég skil ekki alveg hvað þú ert að fara. Sko, þú ert með mjög stórt tippi, Gísli. Og hvað kemur það þér við? Það kemur bara öllum við sem þekkja þig. Nei, nú er mér öllum lokið, sko. Getum við ekki rætt þetta mál hérna eins og tveir fullorðnir menn? Nei, ég hef ekkert við þig að ræða. Hvorki nú né síðan og vertu blessaður. Nektardansmærin Ella Rós hefur getið sér gott orð á nektardansstöðum Reykjavíkurborgar. Við fórum í heimsókn til hennar og spurðum hana hvernig henni líkaði við starfið. Frábærlega vel. Þetta er æðislega vel borgað og bara traust vinna. En verðurðu aldrei fyrir áreiti þegar þú ert að dansa? Jú, það er alltaf fylgir starfinu, skilur við. Ég á þetta mína góðu vini sem að hjálpa mér að það er eitthvað svona heði perrar að bögga mig. Annars er þetta bara stuð. Nú er þessi tegund dans legið undir mikilli gagnrýni. Margir segja að þetta sé klám en aðrir listgrein. Hvað finnst þér? Ég veit ekki hvort þetta er list. Ég meina, mér finnst þetta meira klám. Þú veist, ég sýna allt og reyni að gera kallana graða og fæ borga fyrir það. En þið þurfuð auðvitað að dansa og vera í formi og svona? Nei, ekki þannig, ekkert sérstöku formi. Þú veist, maður þarf bara að sýna sér píkun og jöða sér þetta inn í súlu, þú veist, það er það góða við það. Þú veist, ég mæli með þessu fyrir alla konur sem vantar peninga. Menna, það hafa alla konur píkun. Let me see you strip. Get ég aðstofað? Já, við ætlum að fá 2 cappuccino og 2 súkkulaðikökur með mikla rjóma. Við náum alveg við því. Hvað er hún búin að vera lengi koma þessi? Þetta er komið á 12. mánuð. Skil. Hvernig eru reflexar? Engir. Engir? Bara grænmeti? Já, það virðist vera því miður. Já, þetta er alltaf jafn leiðinlegt. Já, þetta er hryllingur. Heyrðu, ég ætlaði að biðja þig að fara aðeins yfir sjúrnar hennar Magnúsar. Ég ætlaði aðeins að skoða hana betur.
Já, sjálfsagt. Jæja, vinnan. Þú segir þetta. Já. Ég heiti Gunnar. Sæl. Hvað heitir þú? Það fallegt nafn. Já. Nei. Þú ert nú alveg rosaleg, maður. Nei. Ég er giftur maður. Nei. Jú, ég ætti svo alveg að geta það. Eitt koss. Já. Já, suss. Nei, ég gæti aldrei gert konunni minni það. Já. Já, þá. Ókei, í þetta skipti. En aldrei aftur. Ég verð að sinna hérna öðrum sjúklingum líka, sko. Stundir sem við eyðum með börnunum okkar eru dýrmætar og þeim ber að verja vel. Fræðum börnin okkar, búum þau undir framtíðina og miðlum þeim af okkar eigin reynslu. Svo, á mánaðarfresti verða að fá alveg rosalega verki og þú verður uppstökk og pirruð og farði jafnvel útbrot eða bólur og kannski heiftarleg grátköst. Og svo fer að fossblæða úr klofinu á þér. Og þetta endurtekur sig mánuð eftir mánuð. Dýrmætar stundir með börnunum sem aldrei koma aftur. Verjum þeim vel. Jónatan! Stella! 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 Hvað fyrir? Hey! Wow! Ég ætti allir að skilja mig eftir út í runna! Helvítin eitthvað, strákar! Strákar, hvar eru þið? Erum við inn í eldhúsi, Jónatan? Það er bannað að gera grín af blindum. Þú ert bara svo blind fullur, maður. Stella, hvað er að gera? Ertu að dansa? Heyrðu, hún er að klæða sig úr öllum fötunum, Jónatan. Nei, það? Stella! Þið er svo hei! Rosalegur kroppur, maður. Anskotið hafi, hætti að djóki við, strákar. Gefðu mér í glas! Djöfull er ég fullur. Ég sé ekki út úr augunum. Hvað?
Daisy. Ég alveg að farast. Réttu með Magnil, elskan. Já. Það er í náttborðsskúfunni. Hvenær fóru strákarnir? Ég heyrði ekkert í þeim. Við fórum 5 leitið held ég. Þið báðu að heilsa þess? Þetta var meiri vitleysan. Það er alveg frábærir. Þorgeir og Ellert. Rosalegir húmoristar. Þið hafa alltaf náð svolítið vel saman. Jú, ég hef alltaf fílað á. Stella, er ég að fitna? Nei, ekkert svo. Þú lætur mér nú vita að ég fer að fitna, er það ekki, elskan? Já, þetta ger ég það. Stella, er ég blindi bollustrákurinn þinn? Já, elskan, hvað ertu? Komdu, kusa. Ég sagði bara við þá. Ég meina, þetta er engin fjöldaframleiðsla. Þetta er vönduð handunnin vara. 150 körfur. Það er út í hött á þessum tíma. Jón, er þetta ekki litlar korfur? Litlar körfur, stórar körfur, það þarf að vinna þetta allt jafn mikið. Maður hefur ákveðin gæðastandard, maður er ekkert að gefa hann eftir. Nei, þetta ekki. Það er satt. Ef maður hefur metnað, þá hefur maður metnað og fólk veit það alveg að ég hef hann. Stella, Já. Þú veist það. Viltu kaffiskan? Já, ekki sykur og ekki rjóma, ég verð að fara að halda í þig. Ég er orðinn alveg hnöttóttur. Hvaða vitleysa? Stella, þú mátt ekki ofdegra mig, ástin mín. Það sem ég verð að hugsa er hvort við ættum ekki að gera langtíma samning við þá. Ég myndi þá bara taka að mér að sjá þeim fyrir körfum, segjum bara næstu 3 árin, og innifalið í því væru þá allar viðgerðir sem fólk gleymir alltaf að gera ráð fyrir. Er það ekki eina vitið? Ég meina, það þýðir ekki að tjalda til einna nætur endalaust. Nei. Stella. Ekki endalaust. Hvernig slæðir þetta þig? Bara mjög vel, Jónatan. Mér finnst þú ættir að gefa þessu séns. Er það ekki? Alveg absolutt. Engin spurning. Þú ert ekki að vera neitt stressaður, sko. Það verður rosa gaman, sko. Þú ert bara að passa þig að heyrist ekkert í þér, sko. En fáið ekkert móral eftir með þetta er svo rosalega illa gert baka kallið. Nei, maður, hann veit ekkert, maður. Hann er bara sæll og glaður, maður. Ég sagði bara, Sveinbjörn minn, róaðu við niður. Hvað get ég gert fyrir þig, elsku vinur minn? Þá er hann að hugsa körfurnar. Fannst það svona dýrar? Ég sagði bara við hann. Þú getur keypt þessar ódýru innfluttu körfur ef þú vilt. En þetta er bara ónýtt drasl. Þú veist það. Ég meina, ef þú vilt henda peningunum í rusli, þá getur alveg gert það. Per se. Ekki að ég að stoppa þig. Heyrðu, Stella, veistu hvað ég sagði svo? Það sem rennur stundum upp úr mér. Nei, hvað sagðirðu við hann? Sveinbjörn, ef þú tímir ekki að kaupa þessar körfur, þá getur þú bara farið út á bensínstöð og keypt svarta plastpoka. Nei. Jú. Og var það vondur? Nei, hann náttúrulega skildi alveg hvað klukkan sló. Svo lagði hann einn góða pöntun. Það er ekki það, elskan mín, þetta rennur út hjá mér, það vantar ekki. Mikið líturðu vel út, elskan mín. Má ekki bjóða þér út að borða og eiga með þér rómantíska kvöldstund. Já, elskan mín, góð hugmynd.
Veistu, þú ert besti kallmaður sem ég hef nokkuð tímann hitt. Þú ert svo rómantískur og mikill draumur. Ástin mín, mig langar að elska þig. Ekki strax, ekki strax, bíddu. Þú ert brjálaður. Já, góða kvöldi. Ég er einmana kona og mér vantar góðan bíl. Sæl, elskan. Vantar þig hvað? Amor Taxi. Þegar eitt far er ekki nóg. Það getur vel verið að þetta sé ekki sá tengdasonur sem þið hafið hugsað ykkur. Þetta er maðurinn sem ég elska. Þannig ef þið hafnið honum, þá er það að tapa mér. Komdu, mamma. Skulum koma fram í eldhús og leyfa karlmönnunum að tala saman. Jæja, vinur. Hvað gerir þú? Ég rek mitt eigið fyrirtæki og þéna 1 milljón á mánuði. Það er mér mikill heiður að kynnast ykkur foreldrum Rakelar. Jæja, hvað sagði ég ekki? Komdu nú blessuð og sæl, Sigríður mín. Já, komdu nú marg blessaður og sæll. Og velkomin að aðalbóli. Já, sjálfsögður eru nú hvítir hrafnar. Bóndi minn er ekki heima við, en gerðu svo vel að gera þér mig að góðu. Jaha. Ó, þakka þér nú fyrir, gestur minn góður. Nei, blessaður og sæll, Magnús minn. Blessaður gestur Ásmundsson og velkomin í mitt hérað. Og lofðu mér nú að totta þig. Jæja, má ekki bjóða ykkur til baðstofu og tyggja eitthvað gott í kroppinn. Jæja, hvað er nú að frétta úr Húnaþingi? Ja, allt meinhægt. Sláttur gengur vel, þrátt fyrir mikla vætutíð. Heyrst hefur að prestdótturinn hafi augast á ungum herramann úr Austur-Skaftafellssýslu. Og rennum mér í grun að ekki sé langt í stórbrúðkaup í sveitinni. Já, þú segir fréttir. Já, þjóðu veit þá þrír vita. Jæja, það þýðir ekki að tefja. Ég þakka veittan beina og hlýlegt viðmót. Það er ekki að spyrja gestristinni hér á aðalbóli. Já, okkar var nú ánægjan gestur minn góður og mundu mig að skila kveðju til hennar Margrétar húsfreyjunnar.
Komið þið sæl, elsku Rakel systir og Þorvaldur mágur, til hamingju. Ég ætla nú ekki að fara að halda neina ræðu hérna. Langar bara að segja að ég átti nú ekki von á að ég myndi ganga svona langt. Þegar ég kynntist honum Þorvaldur fyrst, þá fannst mér hann svolítið stífur. En nú líkar okkur öllum mjög vel við hann í fjölskyldinni og ekkert vesen á þér. Og bara skál fyrir brúðhjónunum. Skál. Skál. Takk fyrir, Binni bróðir. Hann Þorvald hérna langar til að segja nokkur orð. Takk fyrir þessi hlýju orð í minn garð. Ég er hamingjusamasti maðurinn í heiminum í dag. Rakel, þú ert ljós lífs míns og ég þakka Guði á hverjum degi að hafa fengið að kynnast bestu konunni í heiminum. Ég hef samið ljóð sem ég langar að flytja til þín, Rakel. Ást mín er svo mikil að ég má vart mæla. Rakel, þú ert líf mitt og yndi. Í ást þinni ég glaður syndi. Þú ert eins og fagur sköpuð rós. Tengdapabbi, ég meina þetta sem hrós. Get ég aðstofað? Já, ég ætla að fá einn ís með dífu. Síðasti ísinn. Nú verði ég að fara að halda í við mig. Takk. Já, og það er gaman þegar sólin skín. Þetta er svo notalegt. Beru hérna aðeins. Það eina sem ég finnst erfitt í þessu sambandi, ástin mín, er hvað þú flýtur alltaf upp úr baðinu. Annars ertu fullkomin. Fullkomin. Kiss, kiss. Ekki missa af næsta þætti af Fóstbræðrum. Góðan daginn, Trevor. Góðan daginn, Jackie. Nei, þú ert að mála. Það er dásamlegt. Já, ég vaknaði snemma í morgun. Ég fannst eins og ég væri ný manneskja. Málarinn í mér var þá ekki dáinn þrátt fyrir allt.